Akureyringar tóku í byrjun ársins á móti 23 flóttamönnum frá Sýrlandi. Þetta eru 4 fjölskyldur, fólk á öllum aldri. Bærinn hefur nú lýst yfir vilja til að taka við einni fjölskyldu til viðbótar, en það var velferðarráðuneytið sem óskaði eftir því að bærinn tæki við fjölskyldunni. Við erum í viðræðum bara við ráðuneytið vegna þess að hluti af þeirri fjölskyldu sú fjölskyldu sem er að koma til okkar er hluti af stærri hópi sem er að koma til landsins. Sá hópur er að fara til Hveragerðis, Árborgar og til Reykjavíkur og þeir samningar í rauninni standa bara ennþá yfir. Við erum með samkomulag þá einstaklingar sem komu hérna í byrjun þessa árs og við erum að fara þá yfir í rauninni hvernig það tókst til. Þannig að við erum svona að gera upp svolítið þetta ár og þá undirbúa okkur fyrir að taka við nýrri fjölskyldu á nýja ári. Hversu stór fjölskylda er þetta? Þetta er 5 manna fjölskylda og meðan ástæðan fyrir því að hún er að koma hingað til okkar það eru fjölskyldutengsl á milli þessara fjölskyldu og fjölskyldu sem kom hér fyrr á árinu og það er rauninni megin skýringin á því að þau eru að koma hingað til okkar. Þetta er nokkuð stórt verkefni, Guðni, þið hjá Rauða krossinum. Hvernig hefur gengið svona almennt? Það hefur bara gengið mjög vel með þetta verkefni. Okkar hlutverk er meðal annars að sjá fyrir stöðnum fjölskyldum og gera heimili, eða íbúða að heimili og það er okkar stóra hlutverk og mynda tengingu út í samfélagið. Þannig að þessar stuðningsfjölskyldur sem hafa unnið á okkar vegum hafa sinnt sínum starfum alveg með mikilli prýði. Þú ert tengiliður Rauða krossins við stuðningsfjölskyldunar meðal annars. Hver flóttamanna fjölskylda er með 3-4 stuðningsfjölskyldur eða eitthvað? Hún er með meira, hún er með 6 fulltrúa, 6 fjölskyldur í startinu hjá okkur. Vitandi þetta er ársverkefni, þetta reynir á að þá höfum við haft þann sið að hafa þetta marga á baki hverri einni fjölskyldu og það hefur okkar mati sýnt sig að er þörf fyrir. Hvernig undirbýr bærinn sig núna þá undir þessa fjölskyldu sem er að koma núna? Er þetta svipað ferli? Þetta er mjög svipað og við byggjum auðvitað á þeirri reynslu sem við höfum byggt upp hér undanfarin ár. Sama gerðum við í rauninni í byrjun þessa árs. Við fórum yfir þau gögn og þær upplýsingar sem við áttum tilvarandi fjölskyldunar sem við tókum á móti hérna 2003. Þannig að smátt og smátt byggist upp góð reynsla og gott samstarfi við Rauða krossin og stofnari ríkisins og fleiri hérna í samfélaginu og íbúa ekki síst. Þannig að þetta er bara þetta er mjög hefðbundið, við getum orðað þannig. Við lærum að sjálfsögða reynslunni, þetta koma upp hlutir sem við áttum ekki endilega von á og þá tekst okkur að gera betur næst og þannig í rauninni skapast þessi og byggist upp þessi reynsla. Svo kallaðir innviðir bæjarins eru margt sterkir. Á hvaða innviði hefur mest mætt? Já, skólakerfið að sjálfsögðu, börnin eru að koma hér í skóla og sum þeirra hafa ekki verið í skóla jafnvel í langan tíma. Þannig að það er svona fyrsta sem dettur í hug en það hefur gengið bara mjög vel en auðvitað reynir það ekki síst á börnin og fjölskyldunar. Þannig að það kannski ekki reynir öðruvísi á innviðina sjálfa en við eigum náttúrulega bara alveg óbúslega gott starfsfólk sem er tilbúið til þess að hjálpa til og við áttum mjög góðan fund til dæmis hérna núna í mánaðamótin þar sem vorum að fara yfir í rauninni reynslu þessa árs og það er svo greinilegt að starfsfólki okkar og reynda starfsfólk allra þeirra stofnana sem hér í okkar samfélagi hefur lagt miklu meira á sig heldur en það sem hafa gert kröfu til og maður er bara afskaplega þakklátur fyrir það og þess vegna gengur það líka svona vel. Maður svona ímynda sér að þetta ferli allt saman og að taka á móti flóttafólkinu að þetta sé svolítið svona upp og niður. Já, það er það og það er þekkt að við förum í gegnum ákveðin ferli, við byrjum á því að fara í gegnum svona sem við kallum honeymoon tíma með þeim. Það sem er mikil ánægja og mikil gleði yfir að vera laus úr þessum erfiðu aðstæðum sem þau eru í. Og við fylgjum þeim í gegnum það og við byggjum líka upp ákveðin eftirvæntingu að þau koma. Síðan smá saman siglum við inn í tíma með þeim þar sem að þau verða, þar sem þau skoða svolítið tilbaka því hefði ég getað gert eitthvað öðruvísi heldur en við gerðum. Sorginni yfir því að skilja eftir sína og við fylgjum þeim í gegnum þetta ferli líka og síðan smá saman kemur þessi sátt með að vera hér og ná takti og
og góðum tengslum við samfélagið. Hvað með hættuna til dæmis á að þessar fjölskyldur einangrist? Það eitt af því sem að stuðningsfjölskyldunar, eitt af þeirra hlutverkum það að reyna að koma í veg fyrir slíkt. Og ekki bara þeirra heldur, líka bara skólana og allra sem hér eru og starfa að þessu. Þannig að við reynum strax í byrjun að fyrirbyggja að það gerist. Þetta eru tveir ólíkir menningar heimar í raun og veru? Vissulega, en við búum nú samt svo vel í okkar samfélagi að hér eru tugi ólíkra þjóðarna. Þannig að í sjálfu sér þetta ekkert nýtt fyrir okkur að takast á við hugmyndir eða mismunandi hugmyndir fólks. En þetta er bara samfélag sem við búum í og við tökumst á það sem slíkt og þó menn hafi mismunandi væntingar og mismunandi trúarbrögð og svo framvegis, að þá lifum við bara sem ósköp venjulegt fólk og í sátt og samlyndi. Ég geri ráð fyrir að börnum gangi ágætlega til dæmis að læra íslensku. Já, það eiginlega alveg ótrúlegt hvað þeim gengur vel og sumum fullorðnu einstaklingunum líka. Og ég vil nú bara segja það að þegar maður talar við þau hver að þá ég fæ nú stundum bara næstu í tár í augun yfir því hvað þau eru ofboðslega dugleg. Hins vegar hefur það sýnt sig svolítið að þeir sem eru enskumælandi þeir eru koma til okkar, alveg sama hverjar þjóðar þeir eru, þeir eiga yfirleitt erfiðara með að læra íslenskuna því að við erum enskumælandi upp til hópa og fólk mjög fljótt að beita fyrir sig enskuna þegar það tala við þau og gefur þeim þar að leiðandi ekki færi á að æfa sig. Þannig að en krökkunum gengur heilt yfir mjög vel. En ég ferli þá núna þessa dagana sem bærin þá í viðræðum við velferðarráðuneytið og fyrst þarf að gera samning og svo framvegis. Já, vegna þess að þetta er kostað af ríkisvaldinu og þó við komum þarna til stuðnings þá er mjög mikilvægt að fá fjárveitingarnar til þess að geta gert þetta almennilega og það þarf að semja slíkt og það þarf líka að tryggja það að þær kröfur sem til okkur eru gerðar að við stöndum undir þeim og menn standindir væntingum og eins líka varandi fólki sjálft að það átti að sjá því hvað þeir raunni þá rétt á og svo framvegis. Þannig að það er heilmikil pappírsvinna að sjálfsögðu bak við svona hluti líka. En þetta gengur allt saman upp og það er mjög góð samskipt á milli okkar og ríkisins í þessum málum og annars værum við ekki að halda áfram. Þannig að það er margir aðilar sem koma að svona þáttum en umfram allt snýst þetta fólki sjálft. Við erum að aðstoða fólk sem að koma úr alveg skelfilegum aðstæðum og bjóða því í rauninni aðstoð til þess að byggja sig upp og bara til þess að það geti átt góða framtíð hér hjá okkur eða hvar sem það vill eiga heima. En það er ekki hægt að segja núna svona á þessari stundu hvenar fólki kemur? Nei, samkvæmt okkar upplýsingum þá er þetta svona í byrjun næsta árs. Reynsla segir okkur líka eins og við þekkjum frá því fyrir árið síðan að við reiknum með fjölskyldunum þá fyrir jól en svo komum við ekki fyrir í janúar þannig að nei, engin dagsetning er komin en fljótlega á nýja ári.